Hvað heitir þú? Georg. Og hvað ertu gamall? 7 ára. Og hvað ætlar þú að vera þegar þú verður stór? 17 of Iceland's 33 cinema screens are now offering Ragnar Bragason's film Mr. Bjarnfreðarson, the widest release in Icelandic film history. The film is the final chapter in the darkly comic saga of 3 hapless men, which have captured Iceland's TV audience for the past 2 years in the most popular Icelandic series ever, The Night Shift, The Day Shift, and The Prison Shift. Mr. Bjarnfreðarson is a redemption story spanning almost 50 years, with emphasis on the title character, Georg Bjarnfreðarson, an overeducated know-it-all that has just been released from jail but is still a prisoner of his own past. Iceland Cinema Now spoke with director and co-screenwriter Ragnar Bragason about his new film and the impact the whole saga has had here in Iceland. Nú Bjarnfreðarson á vissan hátt saga iðrun og yfirbót, ekki satt? Jú. Og sem maður horfir yfir þáttaröðina þá þetta svona loka nikkurinn á stóru og miklu verki. Kannski miklu stærra verki en upphaflega var áætlunin. Já. Maður vissi ekki þegar við gerðum næturvaktina, vissum við ekki náttúrulega hvað yrði og byggust náttúrulega bara við að vera að gera eina staka sjónvarpsseríu. En strax á þeim stigum og þá var farið að ræða því að við byggum til mjög mjög dítelaða svona karakterbiblíur líf og störf þessara persóna. Þannig við vissum hvaðan Georg var að koma, sem sagt hver hans uppeldi var og hvaða tengingu hann hafði við móður sína og annað slíkt sem við svona bara rétt fleittum hana og svona fleittum kellingar hana í næturvaktinni. En síðan þegar dagvaktin var að veruleika þá áttaði ég mig á því að eftir vinsældi næturvaktina þetta yrði mögulega dálítið löng saga Þannig að strax þá var lagður grunnurinn að þessum heildarpakka. Ég með 5 háskólapróf. Ég held að í þessum 3 einstaklingum megi kannski, ég hef einhvern veginn sagt að þessi 3 menn ef þú myndir renna saman í einn og myndir mynda svona einn íslenskan karlmann. Og ég held að það sé rétt. Það þetta svona, hvað ég að segja, þessi svona sjálfstæðis, þessi Bjartur í sumarhúsum, skilur ekki Georgi Bjarnfreðarsyni og þessi kommunisti og þessi þverhaus Síðan ertu með svona athafnamanninn, skilur athafnaskáldið Ólafur Ragnar sem hálf misheppnað og svona reddast eða reddast ekki yfirleitt. Og síðan ertu með þetta svona skandinavíska þunglindi í Daniel sem ég held að ef þeir rynnu saman í einn þá væri þeir kannski bara eins og ég, skilur. Þeir væri bara svona einn normal íslenskur karlmaður. Og ég held að fólk tengi bara við þetta íslenska Hver bestu partíin? Ragnar, segðu mig frá vinnuaðferðunum og hvers vegna þú ákvaðst að fara þessa leið með að gera þessa þáttaröð og mynd í ormi yfir allt verk. Ég hafði nýkomið úr þessum kvikmyndum 2 sem ég gerði Börn og foreldrar, þar sem ég var svona að skapa söguþráð og kvikmyndir út úr svona samstarfi við leikara. Og ég hélt áfram þeirri vinnuaðferð að hluta til í næturvaktinni þegar næturvaktin var til 2007 að skapa persónur og aðstæður í einhvers svona spunaferli. En það var svona, að því þetta var sjónvarpssería, þetta voru 12 þættir, þá var maður að hafa þetta svona aðeins meira, controlled, að því leyti við skrifum handrit sem var frábrugðið Börnum og foreldrum, við skrifum alveg díalóghandrit, það sem allt sem sagt var alveg nákvæmlega niður nelt, En þetta var búið til í svona spuna og þetta ástæðan náttúrulega fyrst og fremst að gera karaktera sem eru þrívíðir, skilur. Þetta verði svona lifandi og komið dálítið frá leikaranum að hann komi með sitt svona fingerprint á persónunum sinni. Hvernig tilfinningin að hafa skilað þessum mönnum núna af sig, núna þegar þetta allt yfir staðið? Það alveg einstaklega góð tilfinning að vera búinn að þessu, af því að það náttúrulega eins og ég segi, ég ætlaði mig bara að gera næturvakt, það var aldrei stærri hugsun á þeim tíma, sem bara vatt þetta upp á sig og auðvitað, skilur, var fyrst og fremst,
gaman að gera þetta á meðan á því stóð. En það líka ofboðslega léttir að vera búinn, að vera ekki fastur lengur inn í þessum heima, því að við rauninni þetta orðið komum vel á 4. ár sem við höfum verið að synda í heimi þessara 3 manna. Og ég þekki þessar persónur, eða við þekkjum þessar persónur orðið það út og inn að manni líður stundum eins og þetta sé, þú veist, fjölskyldumeðlimir, sko. Ég eldaði nefnilega fyrir þig hamborgara. Þetta er ekki hamborgari. Ég er ekki Georg Bjarnfreðarsson.